Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í þennan síðasta þátt ársins 2025 af hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Framundan skemmtlegt spjall við Sigurjón Erni Sturluson sem íþróttafræðingur, ofurhlaupari og frumkvöðull. Sigurjón eigandi Ultraform, hann með hlaupaþjálfun, lífstílsþjálfun og alls konar. Og mig langar líka að hrósa honum og Símonu konunni hans fyrir öll þessi frábæru hlaup sem þau hafa haldið á undanförnum árum og halda svo ótrúlega vel utanum. Þetta til dæmis Hólmsheiðarhlaupið, Akrafjall Ultra og Rauðavatn Ultra. En Sigurjón hefur reynt flest á eigin skinni til að komast að því hvernig hægt að hámarka eigin heilsu. Og hann deilir þekkingun sinni bæði á Instagram og Facebook. Sigurjón Ernir heitir hann bara þar. En þar getið þið fundið hann. En í þessu spjalli þá ræðum við bara hvernig æska Sigurjóns hefur mótað hann. Við ræðum heilsuvenjur, ranghugmyndir sem eru í gangi í samfélaginu, tilgang lífsins og förum svolítið yfir því af hverju föstur geta bætt heilsu okkar. En áður en þið fáið að hlusta á þetta frábæra viðtal, þá langar mig alveg svakalega að hvetja ykkur til þess að mæta í himnastigan í Kópavogi 1. janúar. Því að þar verð ég með viðburð sem þið getið fundið á Facebook og heitir 2026 himnastigar. Ég líka með Facebook-hóp sem heitir með lífið í lúkunum hlaðvarp. Og það verið mjög gaman ef að þið mynduð vera þáttakendur í þeim hóp því þar getið líka fylgst með á bak við tjöldin. Svo að lokum langar mig að kasta stóru þakklæti fyrir stuðning samstarfsaðila minna sem eru Spíran, Virkja, Heilsuhillan og Snyrtistofan Þín Fegurð. En þau hafa staðið þétt við bakið á mér allt þetta ár 2025. Í lok þáttar ætla ég að fara aðeins yfir í samstarfsaðilina. En við skulum bara vinda okkur í þetta frábæra viðtal. Gjörið svo vel. Gestur þessa síðasta þáttar ársins 2025 engin annar en Sigurjón Ernir Sturluson. Vertu velkomin. Takk kærlega og bara heiður að fá að vera í síðasta þætti árinu. Það ekki? Bara svoleiðis. Þetta verður svona samantækt. Já, heldur betur. Best of. Já, farið yfir alltaf besta. Nákvæmlega. Og ég veit líka að fólk eins og við sem höfum mikinn áhuga á heilsu, erum búin að grúska mikið. Við getum örugglega setið hérna í marga klukkutíma. Já, við eigum þá bara fleiri inni, ekki bara hafa þannig. Við getum líka gert það. En ég með svona nokkra punkta sem að mér langar að fara yfir og ég veit nú að margir vita hver þú ert, en kannski eru einhverjir af mínum hlustendum sem að þekkja þig ekki. Þannig að mér langar svona að byrja bara hver maðurinn. Algjörlega. Og mér veit ekki það oft mikilvægt líka að fá að svona kynnast fólki þannig að þá tengi fólk betur við það sem maður er að tala og það sem maður hefur upplifað á þann stað sem maður er komin í lífinu. Sko ég í rauninni, myndi ég titla mig sveitamaður í húð og hár, í rauninni 5 ára gamall, þá flytt ég í sveitina til í rauninni systir móður minnar sem þar elst ég og bróður minn upp. Ég á sem sagt tvíburabróður sem ég er 4 mínútum eldri. Er þú eldri? Já, ég er eldri. Ég er talsvert stærri og meir en hann sko. En hann er nú að byggja sér hús hann í sveitin núna og það er svona framtíðarplan hjá mér líka að hvort sem að verður hús sem við búum alveg í eða bara heilsahús eða eitthvað svoleið sko að ég finn það bara því ég fer í sveitasalina þá er léttara yfir mér sko. Þannig já, ég elst þar upp og er í sveitaskóla og alltaf í kringum í rauninni bara dýrin og sem að ég tel mjög mikilvægt að hafa fengið og bara svona gefur fólki aðra svolítið sín á held ég lífið heldur en að alast upp í borg allt sitt líf sko. Algjörlega. Já. Þannig að þar er líka svona, þú veist, lærði maður meira bara að vinnan gauga mannin og allt þetta sko og ábyggilega líka bara svona tengsl við bæði náttúrun og fjölskyldan og fleira sko. Já, það er spurning hversu djúpt við að fara í æskuna eða hvort við bara Já, bara endilega, lega fólki kynnast þau svolítið, þú veist, þú hefur alveg talað í viðtölum og þú oft krefjandi æsku. Já, algjörlega og þetta er náttúrulega hlutaði að ég sem sagt
Kynntist föður mínum aldrei mikið og hann deyr úr krabbamein þegar ég bara ungur. Ég svo sem var það ungur kannski þegar hann fór og einmitt að hafa ekki kynnst honum mikið, þannig það var nú engin rosalega þung byrði en að missa föður alltaf að missa föður. Kannski erfiðara með móður að þú veist, hafa ekki haft hana eins mikið í lífinu kannski og maður hefði viljað. En stundum það bara þannig, maður stjórnar ekki öllu í þessu lífi. En það klárlega mótaði mann mikið að hafa farið með bróður mínum og þurft að standa svolítið á eigin svona fótum með honum í gegnum súrt og sætt. Og já, fyrir utan þess þá áttum við náttúrulega bara mjög fína æsku þannig í sveitinni og æfðum körfubolta, byrjuðum þar bara 5-6 ára gamlir til að hraðspóla, svo fór maður að lyfta mikið þegar maður var svona í 8.-9. bekk, þá var rosalega mikið lyftingaræði, mikil vöðvafíkn sko, held ég meira með þessi en í dag sko, ég held að við breyst mikið, þá var bara, þú veist, þegar þú varst með stærsta bæsepinn, þá varstu geggjaður sko og hvað tókst í bekk og allt þetta sko. Þannig að heilsa var útlit á þeim tíma. Já, og útlit og kannski líka bara hreisti sko, að vera sterkur sko. Svo í rauninni fer ég að fikta svolítið við hlaupin svona samhliða körfuboltanum til að ná bættum árangri í körfunni. Og maður var komið með sér nokkuð framalega þanniglega í körfunum. Maður var að spila þess með svona úlinga einhverju landsliði og eitthvað svoleiðis að mæta einhverju æfingar en var nú aldrei neinn stórstjarna þar. Og svo fljótlega fór maður yfir með svona mistans touchið í körfunni og prófaði bootcamp. Og þá í rauninni, þar fann maður að maður gat mikið meira en maður hélt sko. Þá allt í einu bara ég tók 20 arbeir í röð sem var kannski mikið þannig á þessum tíma skilur og ég vissi ekki geti þetta og svo fór maður að sigra fólki að bila á æfingum sko og ná lengra og lengra og lengra og svo slysaðist maður til að skrá sig í Laugaveginn, hélt að það væri bara góð hugmynd sko og vissi í rauninni ekkert hlaup eða undirbúning fyrir hlaup eða næringu hlaupið með neitt annað. Þetta var 2011 sem þá mitt fyrsta últrahlaup í rauninni. Hvað þá gamall? 21 árs ég þá sko. Já. Og ég man eftir að ég hljóp þannig með Svala á FM sem á tennin náttúrulega. Og ég man eftir því sko að ég var náttúrulega búinn með hlaupið eftir svona ábyggilega 18-20 km. Þá var ég bara búinn líkamlega og andlega sko. Ég man að ég hljópa eftir honum og horfði bara á fótana á honum og bara hægri, vinstri og var alveg, ég skil ekki ennþá hvernig ég komst í mark sko, enda þegar ég kom í mark var ég bara settur í stól og bara hjúkrunarherinn komið með töfluboxið bara og það var bara, ég var bara alveg búinn að líka með sál sko. Þannig að þú fórst þetta bara á haustinu? Já, í rauninni sko og kannski eftir þetta að þá tók ég nú alveg góðan tími þar sem ég ætlaði nú heldur betur ekki, ég ætlaði nú bara ekki að hlaupa aftur sko, hvað þá færi einhver svona áskorun, en það endist í smá tíma, ég verið að hugsa fólk geta daginn sem að klára og svo daginn eftir búið að skrá sig, en það tók alveg mánuð fyrir mig að ná bara áttum eftir þetta og þú veist, og vilja halda áfram í þessu sko. Og svo fór maður að fara svona í kannski í göturhlaup og ég veit menn ég hafi svona farið í rétt stigvaxandi svona í þessu. Ég fór ekki bara beint í últrahlaupin, heldur fór ég í göturhlaupin og fór svo í svona styttri hlaup og svona hægt og rólega fór maður að keppa meira en ég fór svo að keppa mjög mikið og hef gert það eins og þú kannski veist að maður oft verið að taka bara, þú veist, 2, 3, 4 últrahlaupstundum í mánuði jafnvel sko. En það tengist kannski líka inn á hvernig maður lifir og borðar og sefur og endurheimtar rútínu og allt þetta sem við kannski snertum svolítið á sko. Endilega. En svo í æskunni þá í rauninni, eins og ég segi, vorum við þannig í sveitinni og ég flyt svo til ömmu minnar þegar ég bara, langar með að segja 17 ára gamall sko og fer þá svolítið svona, já, ég og bróður minn þurftum náttúrulega svolítið mikið að hugsa bara fyrir okkur svona þegar við byggum þannig hjá systir móður okkar, Sigrún heitir hún. Og svo fer maður yfir í það að þurfa að hugsa svolítið ömmu sína sko. Þannig að maður hefur alltaf svona... Fluttirðu einn til hennar? Já, en að því sögðu þá bjó hún bara næsta bæ, þannig að hún var ekki langt á milli. Nei. En þá var maður einmitt að fara kannski í búðina og kaupa inn í matinn og þú veist, hjálpa henni með einhver verk kannski heima fyrir eitthvað svoleiði sko. Og maður hafi náttúrulega líka verið úlingur inn við beinið með, þú veist, fókus á sjálfum þessi líka eins og allir úlingar eru, skilur. En það er svona samt að það var ákveðið þroskastiga að vera ekki bara að pæli í sjálfum sér sko. Og það er sem ég þykir vanta mikið í íslenskt samfélag. Við erum að ala upp krakka og úlinga sem að bara því miður kunna ekki nógu vel hvort það er líkamleg eða samskipti við félagann eða standa á eigin fótum eða
eða hvað það eða þú veist, kunnin á hreyfingu eða fjármáli eða allan pakkan sko. En finnst þér við vera að hlífa þeim of mikið fyrir erfiðleikum? Þannig að... Já, kannski sko eitt að hlífa þeim en hitt að við í rauninni lifum allt of mikið í ákveðnum kassa og það þarf alltaf að vera út frá okkar hugmyndafræði sko. Þannig við erum ekkert endilega að spá í því hvað krakkinn vill gera sko. Það er allir að gera þetta, þá verðum við bara að gera þetta líka. En kannski krakkinn kannski vill ekki gera þetta eins og skilur við. En svona já, við getum alveg farið líka og snerta aðeins á þessu en jú, klárlega þá erum við alltaf að leitast í meira það sem er þægilegt sko. Okkur má aldrei vera heitt eða of kalt eða reyna of mikið á okkur eða hvað það er sko. Sem að því miður gerur okkur ekki mjög sterkar sem einstaklingar sko. Þannig að þetta hefur mótaði mikið. Já, og svo fór maður í gegnum alls konar áföll líka sem að ég missi besta vin minn í bílslysi. Hann sem sagt keyrir á hús á Akranesi eða hann og annar félagins og deyr þá einhverjum 2-3 vikum seinna langar mig að segja. Það var svolítið erfiður tími. Og svo lendi ég því ég var að vinna í Járnblendinu að góður vinnufélagi þar að hann sem sagt lendi því að bara brenna í rauninni til dauða og það var mjög það setti stórt ör í mann sko að við komum að honum og hann var sem sagt með meðvitund þegar við komum að honum en með held ég man ekki hvað var 90% bruna á líkamann. Það var eiginlega bara stígvélin sem að voru eftir sko. Og það var átakalegt sko og þannig að maður hefur farið í gegnum og svo fyrir resta þá í rauninni þegar amma kveður og þá ég á dvalarheimilinu Höfða og held í hendina á henni þegar hún fer sko. Þannig að maður hefur upplifað ýmislegt. Já, og bjóstu þú bara einn eftir það eða? Nei, þá flutti held ég nú bara aftur til Sigrúnar og Jóns og var þar minni mig. Og svo fljótlega fór ég bara í íþróttafræði á Laugavatni og keypti íbúð hérna í miðtúninu og já, og náttúrulega á fjölskyldu í dag með Símona er kona mín og Líf dóttir mín og svo ég var heimiliskött. Fallegu stelpurnar þínar. Já. En mér fannst svolítið fallegt, við vorum að spjalla aðeins saman áður en að við fórum að taka upp og líka bara fyrir í dag að þú varst að tala það væri svo mikilvægt fyrir alla að hafa tilgang í lífinu. Já. En hver finnst þér svona þinn tilgangur vera? Mér finnst minn tilgangur vera að hafa heilsu og getu til að geta hjálpað öðrum jafnt sem sjálfu þér. Að ég horfi svolítið á þannig ef að þú ert í góðu ásökunarlagi og fjölskyldaðin hefur það gott sem að náttúrulega vera númer 1, 2 og 3 að þá áttu að fara að geta rétt út hjálparhund til annara. Og ég vil meina að það er hluti svo á okkar verki í ultraform. Við erum alltaf með 2 hóptímastöðvar, eina á Akranesi og eina hér í Gylfafirðinum í bænum og það gengur ótrúlega vel og ég vil meina við séum að hjálpa þar mikið fólki með heilsuna, tengt æfingum og svo náttúrulega erum við með hlaupafjarðarþjálfun og fyrirlestra og lífstíðsþjálfun og margt sem við erum að gera. Þannig að ég horfi svolítið á þannig að sem dæmi á þess að nefna nöfn eða svona, þá nýlega byrjaði ég núna, átti ég sérst fund með stúlku sem að greindist með sykursýki 1 og MS og þarna kom í hendurnar á mér eitthvað sem að ég hafði mjög mikið áhuga á og ég hef náttúrulega ótrúlega áhuga á heilsu og efnaskiptum og allt þetta og hún lýsti hvað hún var að díla við sem var bara mikið orku, ójafnvægi og alls konar svoleiðis og ég horfi mikið í jafn og góða orku og hvað getum við gert til að hámarka það og hámarka velja. Það eru mjög margir í dag sem líður ekki vel líka sem er annar þáttur sem eru bara efni í heilt podcast held ég. Þannig að ég þóttist vera með nokkur ráð í erminni til að aðstoða hana og er svona aðeins að vinna með hana í sambandi náttúrulega við hennar lækni og svoleiðis líka. Og við erum heldur betur að sjá núna á stuttum tíma mikla breytingar hjá henni sko. Hreyfingu og mataræði eða eitthvað annað? Já, og mataræði og það má alveg segja það að mataræði kóngur, algjör kóngur. Og það er ekkert sem hefur meiri áhrif á okkar heilsu, hvort sem það er líkamlega eða andlega heldur en næringin. Og leyfi ég mér að segja líka ekki næringin. Að ég sit hérna hjá þér koman 18 tími föstu sem ég kannski snertum líka á þess eftir. En það er svo sem eitthvað sem að, við kannski tölum betur aðeins og förum aðeins dýpra í og útskýrum aðeins betur.
En já, ég náttúrulega, það sem ég að vinna með kannski með henni bara að reyna að fá jafnari orku. Af því að í þessu ástandi sem hún hefur verið, að þá hefur hún ekki orku og ekki löngun í að taka æfingu og jafnvel bara fara í gennum daginn. Og það því miður mjög sorglegt að það mjög margir sem að lifa jafnvel bara hálfu heilu lífinu þannig og geta lagað það bara með mjög einföldum hætti í rauninni, sko. Og kannski að fá vitlaus skilaboð héðan og þaðan, hvort sem það á samfélagsmiðlum eða jafnvel frá einhverjum sérfræðingum, sko. Þetta mikil upplýsinga óreiða náttúrulega bara í gangi. Já, það það, svo sannarlega. Svo sannarlega það, sko. En ég kannski, einmitt ef við tengjum aðeins inn á æskuna og svoleiðis að svona þegar ég flyt til ömmu minnar í kringum svona 17-18 ára aldur að þá skeiði eitthvað í hausnum á mér, ég veit ekki nákvæmlega hvað var, að ég fór þannig að hlaupa meira og reyna að ná árangri tengt körfuboltanum með því og allt í einu kom þessi mikli áhugi á mataræði. Ég veit ekkert af hverju hann kom, sko, en það hefur ábyggilega verið tengingin við hreyfinguna, árangri hreyfingu, sem kemur aftur inn á þennan tilgang, þú veist. Tilgangurinn hjá mér alltaf bara að hámarka sjálfa mig. Að þó mér líði ótrúlega vel í dag og öll jafna það, eins og ég segi mjög oft í hlaðvörpum að ég hef bara alltaf geggjað það, sko. Atvinnumaður í heilsu. Já, og þú veist, ok, get ég orðið ennþá geggjaðri, skilur. Já. Og það engin, ég held að sé engin mörk fyrir það hversu vel þér getur liðið, skilur. Þú getur alltaf fundið eitthvað til að, þú veist, bæta þína heilsu á einhvern hátt, sko. Og hvað heilsa fyrir þér? Því ég spyr nú alla því. Það ábyggilega svolítið þetta að líða það vel sjálfur að þú getur verið að aðstoða jafnvel fólki í kringu því og hjálpa fólki mikið í kringu því líka, sko. En heilsa náttúrulega að geta gert það sem þú vilt þegar þú vilt það. Það heilsa. Þú veist, ég get núna hérna, þú veist, bara farið hérna út og hlaupið á esjuna og tekið 4 esjur og hlaupið aftur tilbaka, skilur. Þú veist, það eitt dæmi heilsu sem aðri myndi segja að það væri miklir öfgar kannski en þú veist, að því að þú getur komist ótrúlega langt á sviði heilsu, sko, og gert hluti sem að þið óraði ekki fyrir að þú getur nokkuð tíma gert, sko. En þú hefur nú gert rosalega mikið af tilraunum á sjálfum þér með mataræði, þegar við tala mataræði. Að því að öðruvísi aldrei hámarka heilsu. Nei, og þetta, sko, ef ég gríp þetta mitt að þetta finnst svolítið sorglegt með mjög mikið af svona þessum fræðigreinu, hvort það eru læknar eða næringafræðingar eða jafnvel bara yfir í sálfræðing og alls konar. Þú veist að ef þú prófar ekki mismunandi hluti, hvernig ætlar að geta ráðlagt fólki það? Þú veist það í rauninni ekki, skilur. Nei. En hvað hefur þú lært mest á þessu að prófa þig áfram? Sko, ég hef átt svona nokkur aha moment í lífinu. Sem dæmi þegar ég var á yngri svona árum, einmitt kannski þannig að 17-18 ára, að þá var náttúrulega hugmyndafræðin svolítið eins og hún hefur verið að byrja daginn, hvort það á morgunkorninu eða appelsínusafanum eða eitthvað svoleiðis og svo var ég oft bara, var þannig í náttúrulega framhaldsskóla og svona 10:30 þá var ég það svangur að ég hefði getað borðað stólu mín, skólatöskuna, sko. Og ég persónulega hélt ég að þetta væri fullkomlega eðlilegt ástand, þannig að ég náttúrulega fór á bútkámæfingu morguninn, þú veist, búin að borða morgunmat jafnvel 2 sinnum og hélt bara orkan væri búin, sko. En svo áttaði mig því að það var bara alls ekki þannig. Að þetta var í rauninni bara blóðsykurfall sem ég var í, bullandi blóðsykurfall, sko. Og þegar ég fór að kafa aðeins dýpra í blóðsykur, hvernig hann hagar sér og hvað við getum gert til að halda honum jöfnum og fleiri þymdur, þá held ég að það hafi verið ábyggilega eitt svona stæðsta atriðið tengt mataræði og heilsu sem að ég hef ábyggilega komist að, sko. Af því að það spilar inn í það sem lykillinn að öllu í okkar líkamsstarfsemi sem orkuflæði. Að ef að blóðsykurinn frekar jafna þá ertu með jafnt orkuflæði og leið og það fer að klikka upp og niður, fram og tilbaka, þá fer allt að klikka hægt og rólega í kerfinu hjá þér. Og ég vil meina að það sé ástæðan fyrir mjög mikið af vandamálum, andlegum jafnt sem líkamlegum. Að líkaminn náttúrulega bæði ekki að fá hrein og góð matvæli og svo þetta orkuflæði sem við erum bæði með mat, með stressi, streitu og litlum svefni, allt þetta. Það hefur nefnilega áhrif á blóðsykurinn, fólk fattar það ekki. Já, algjörlega, en fólk gleymir líka ofta að þetta fer alltaf saman. Þú veist, þú sefur ekki mjög illa en ert alltaf með geggjað orkuæfingu. Þannig virkar líkaminn ekki, sko. Og það sama, þú sefur mjög sjaldan mjög illa en ert með mataræði alveg spot on. Það fer heldur ekki saman, skilju. Þannig að þú veist, þegar ég segja að ég sé alltaf geggjar, það er því ég passa að tikka í þessi box saman, skilju. Já. Hvernig bara típiskur dagur hjá þér? Já,
og ég segi típiskan dag eða svona besta daginn, hvort þetta fólk vilja. Sko eins og ég segi þá... Típiskur, það kannski þegar þú ert mannlegur. Sko. Já, sko ég geri margt sem að kannski aðri gera ekki. Ég vill byrja alla daga á að jarðtengja. Og ég yfirleitt byrja á því bara ef ég get morgun, ef ég fer ekki snemma að þjálfa eða eitthvað svoleiðis, þá fer ég út og reyna eftir að ná allavega svona 10-15 mínútum berfættur í grasinu. Já, það er svona langa tími. Já, ég reyna bara því meiri tími sem ég get jarðtengt því betra en eins og kannski horfum hérna út í svona íslensku veðurfari ekki rosalega gaman eins og vera á Tenerife en sem dæmi þegar ég var núna, þú nýkomin heim á Tenni og ég var á Tenni sjálfur, að ég reynda að jarðtengja bara 3-5 tíma yfir daginn, sko, Já, bara á ströndinni og alls konar og ég fann heilmikinn mun á mér, sko. Það er eitthvað við að ganga berfættur í flæðarmálinu og láta sjóinn skella tærnar. Það er bara bæði þessi náttúru vitund og bara jarðtenging, það er eitthvað sem að virkar, skilur. Það er ekki bara eitthvað placebo-effekt. Við vitum það, öll dýr eru jarðtengd nema við, það er bara svoleiðis, sko. Þannig já, ætli ég reyni ekki að byrja á því. Ég myndi að segja þessi mjög mikilvægt að reyna að ná inn einhvers konar hreyfingu eða einhvers konar áreiti á líkamann. Það náttúrulega getur líka verið bara hiti og kuldi. Ég vinn mikið með sánur og kuldaböð og svoleiðis. En klárlega að ná góðri æfingu, fara svo jafnvel í sána og smá kulda, hvort það er köld sturta. Ég tek reynda mjög oft kalda sturtu bara áður ég fer að þjálfa á morgnana. Mér finnst það að gera heilmikið fyrir mig þegar ég stend á gólfinu og er að þjálfa, hvernig mér líður bara. Varðandi næringu og máltíðir og svoleiðis, það fer svolítið eftir kannski hvernig hvernig æfingar eru við daginn hjá mér. Stundum get ég tekið 2, jafnvel bara nokkuð krefjandi æfingar, þá kannski get ég verið að borða 3-4 sinnum yfir daginn, en öllu jafna finnst mér mjög þægilegt að borða kannski 2 yfir daginn. Mér finnst það að fara aðeins inn í ákveðið svona föstu ástand, þá fer líka minn að þú verður skýrar í kolli að því sögðu að þú sért vanur föstu sem við getum líka komið. Já, förum aðeins í föstunar eftir þegar við erum búin að fara yfir típiska daginn, það er gott. Þannig að ég finn það bara eins og núna þegar ég kom inn 18-19 tíma, ég er búin að taka öfluga æfingu, margir myndi halda núna að ég sé bara að brenna vöðvum og orkan sé að fara niður og allt þetta, en það er eiginlega akkúrat öfugt að orkan fer upp þegar við erum í fastandi ástandi og líkaminn þarf að bregðast við þessu, hann þarf að keyra rauninni svolítið efnisskiptinu upp. Þannig að líkaminn fer að framleiða ketóna sem að gerist rauninni þegar að jafnvel glýkógeni fer að falla líkamannum, fitubrennsla fer upp og þá fer ketónframleiðsla meira í gang og þá er þetta ennþá skýrara á kollinum, líður ennþá betur. Þannig að mér finnst gott að fara í einhvers konar svoleiðis ástand. Þegar ég er í svoleiðis ástandi líka þá finnst mér mjög þægilegt að vinna ef ég er að prógrama, búa til æfingar, undirbúa fyrirlestra, eitthvað svoleiðis. Og mér finnst mjög þægilegt að vera í svona ástandi þegar ég er að halda fyrirlestra og þess vegna rauninni er ég sem dæmi ekki búinn að borða í dag af því að þegar ég er að spjalla í podcasti finnst mér geggjað að vera í fastandi ástandi. Þá bara er ég skýrari, mér líður betur, auðveldara að detta í flæðið og svoleiðis, sko. Þannig að ná smá glugga í því og fyrsta máltíðin geti þá kannski verið jafnvel bara eins og í dag, þá er nú kannski 2:30 og svo borða ég aftur kannski, finnst það ekki gott að borða of nálægt svefni og ég fer að sofa mjög snemma, ofta á undan dóttur minni sem er 7 ára. Nú? Já, það er staðreynd. Já, þannig að kannski fyrsta máltíðin getur verið einmitt kannski 2 og seinni máltíðin kannski svona 7, jafnvel 7:30 því ég er ofta að þjálfa jafnvel seinnipartinn eða eitthvað svoleiðis, sko. En ég vil helst ná henni bara 6:30. Og ég fer yfirleitt að sofa svona 9 og kannski inn í þessum degi, svona ef við blöndum saman góðum degi og fullkomnum degi, að það er einhver samskipti við gott fólk, náttúrulega alltaf fjölskyldan og vera í stöðinni, vera í stemmingunni þar og eins og núna er að koma náttúrulega hátíðadagar hjá okkur og við erum mjög duglega að vera æfingar yfir hátíðanar og það er geggjað. Það sem dæmi núna á morgun er aðfangadagur, við erum að taka þetta upp hérna á Þorláksmessu og það er von á svona 150 manns yfir 4 tíma morgunin í stöðinni, skilur. Þannig að fá að byrja daginn með 150 brosandi andlit sem er að bæta sína heilsu, það er bara voðalega erfitt að toppa það fyrir mér, sko. Það er bara svoleiðis, sko. Dásamlegt. En ertu þá að vakna mjög snemma? Fyrst þetta fara svona snemma að sofa? Já, yfirleitt er ég fann að sofa bara 9-leytið, stundum er sér fyrir 9, stundum er komin upp í rúm bara líka við 8:30, sko, það er ótrúlegt séð. En það gerist alveg fyrir svo núna yfir hátíðadagana þá kannski er maður til 10:30, sko. En ég er mikil A-manneskja og ég fíla að vakna snemma
og finnst geggjað að vakna snemma og fara helst bara að hreyfa mig sem fyrst sko, og ef það getur verið í félagsskap líka þá var það bara ennþá betra sko. Þannig ég ofta náttúrulega, við byrjum 5:50 í stöðinni, þannig ég yfirleitt að vakna svona 5 jafnvel. Því að ef þú ætlar að ná 8 tímum þá er það 9 til 5 sem dæmi sko. Og það er eitthvað sem við erum allt of lél í að fókusa og að reyna að ná almennilega löngum svefni sko. Og svo gleymist oft líka að tala að mestu gæðin í svefninum að það er yfirleitt að gerast bara fljótlega eftir miðnætti sko. Já, fyrir miðnætti. Já, fyrir miðnætti með þess að þannig að ef þú ert að fara að sofa eins og margir að gera 11:30 þá ertu kannski bara aldrei að ná besta svefninu sko. Það heitir líka midnight. Já, middle of the night. Middle of the night, sko. Þá ætti maður ekki að vera að fara að sofa akkurat þá heldur, ætti maður að vera búin að sofa í nokkra tíma. En ég get eiginlega ekki talað um svefn á þess að tala um kríur líka. Kríur er fyrir mér töfrataflan sem að mjög margir er að leita að. Ertu að leggja það á daginn? Já, á hverjum einasta degi. Og ég gerði það bara og ég passa að hafa mína dagskrá þannig eins og núna. Þú veist, ég passaði að ég ætla að ná kríu áður ég myndi koma hingað til að vera ennþá skýra hausnum og vera ennþá geggjaðri eins og ég segi þegar maður þykist vera svona geggjaður. En það er bara, og þú horfir á endurheimt og þú horfir á íþróttafólk ná hámarks árangri. Það eru voðalega fáir sem er í íþrótt á háu leveli sem æfa mjög mikið jafnvel 2 sinnum í dag og leggja sig ekki sem dæmi. Og það segir rosalega mikið sko. Margir gera það kannski og aðeins að spá í hvað lögnin er að gera fyrir þig, en þú finnur það bara og stundum sofna ég ekki eins og sko. Stundum leggst ég bara og opna augun eftir 15-20 mínútur, yfirleitt er þetta ekki meira svona 20-22 mínútur, annars ertu komið bara í svefnstig og hefur áhrif á nætursvefnin, en maður er bara eins og nýr. Þú veist, þú bara það er að byrja daginn aftur sko. Já, þetta er áhugavert. Já. Af því að ofta verið að tala um að maður er ekki að leggja sér daginn til þess að skemma ekki sko nætursvefnin. Já, en svo þú svona spáir aðeins í þessu, þú veist, það er siesta hérna áður fyrir bara, og þú sér þetta mikið sérstaklega bara eins og hjá bændum sem að, þú veist, mjög oft eftir hádegi þá var lagt sig sko. Og meira þess að þannig er okkar líkamsklukka fljótlega upp úr hádegi að það náttúrulega sem tengist líka inn á kannski stóran hádegismat en líkamsklukkan er þannig að þá finnum við fyrir þreytu einkennum. Sko, margir sem eru að hlusta núna eru bara, þú veist, hvernig á ég að geta gert allt þetta til þess að hugsa heilsuna mína því ég er að vinna 9-5. Algjörlega. En þá er spurningin, er það kannski bara ekki það réttasta sem við erum að gera? Því að það er rosalega margt í dag sem er bara alls ekki málið því miður. Og það er annað sem ég hef líka átt að sem að hefur verið svona aha moment vissulega og eitt aðeins stærri, að það er bara svo rosalega margt í dag sem passar ekki inn í það að hámarka okkar heilsu. Það er bara svoleiðis. Já, við búum í þannig heimi, hann er ekkert hannaður fyrir það. Nei, það er bara og við horfum mér sér á bara, þú veist, hvað sér þetta að leggja þig, hvað slags aumingi ertu maður? Aumingi? Þetta er bara, þú veist, þetta hjálpaði með vöðvöxt, þetta hjálpaði með heilastarfsemina, þetta hjálpaði með allan endurheimtafasa og allan hátt skilur og er það aumingjaskapur? Börn leggja sig á daginn alveg þannig til þau sko byrja í grunnskóla. Algjörlega. Og mér þykir galið sko að við séum jafnvel farin að reyna að taka þetta fyrir í leikskólum og grunnskólum að banna krökkum að leggja sig sko og hugmyndin jafnvel að það tengist inn á það að þau ná betri nætursvefni. Það eru mjög fá börn sem að taka stutta kríu við daginn og það hefur áhrif á nætursvefni. Ég get alveg lofað því ekki nema að sé bara seint daginn sko. Nei, en þetta er eitthvað sem að geti kannski vakið upp einhver raddir og einhver mótmæli sko. Já. Ég sko varðandi fösturnar, ef við förum aðeins í þær, því að þú kynntir það svo mikið, en þar er náttúrulega rosalega mikill kynjamunur á föstum út á hormónum. Hefur þú kynntir það líka? Föstur henta karlmönnum bara talsvert betur. Það er mjög gaman að lesa bókina Complete Guide to Intermittent Fasting. Ég mæli með allir lesi hana, sem Jason Fung skrifaði rauninni og hann náttúrulega vinnur með fólk sko, að því að föstur fólk hugsar, það er rosalega mismunandi hvað fólk hugsar það heyri föstu. Að því að þú veist, fasta sem dæmi, nú er ég komin 18, 19, kannski 20 tíma sem að ég myndi segja að væri ágætis fasta, en það er líka að tala um föstu bara að fasta 12 tíma sko. Já, sem ég valla... Ég til eðlilegt. Já, sem er rauninni bara... Ekki eftir klukkan 8 og borða klukkan 8. Já, og svo getur þú komið í föstu sem eru nokkri dagar sko. Já. En hann talar semst í bókinni þar sem að hann alltaf hefur unnið manna mest bara líka við í heiminum með fólki tengt föstum að undantekningarlaust eru konur mikið betra en kallar í föstum. Betri þá? Í lengri föstum sérstaklega. Ertu að meina að hendi líkamannum eða? Já, af því þær eru með hærri prósent af fitu
og þegar það aðlagast hlutunum og þannig ertu komið þátt sem ég tala oft svolítið mikið að það hvernig ákveður þú fyrirfram að hluturinn verði eða sé eða eigi að verða. Af því að það sem konur gera mikið betur en kallar að mikla hlutina fyrir sér. Af því ég sem dæmið með þjálfara á Akranesi sem ég man og held ég alveg name droppa sem mikil föstu kona, hún heitir Mjöll og að þjálfa henni í stöðunni hjá okkur. Að hún sem dæmi bara, þú veist, fastan hjá henni og hún algjör meistari í föstu myndi ég að segja. En það sem hún gerir líka, alveg svo ég, að hún mikla hlutina ekkert fyrir sér. Af því hún veit að þetta ekkert hættulegt ástand og ef henni líður eitthvað illa þá bara brýtur hún föstu, sko. En þetta það sem og ég held að þú getur alveg viðurkennt að konur mikli fleiri hluti fyrir sér en kallar. Ég veit það ekki. Sko, kallinn öll jafna auðveldari tegund þegar kemur að mjög mörgum. Það bara svoleiðis og þú veist, ef fólk ekki flókin á allan hátt. Þú veist, ef fólk vill debeita það þá, þú veist, að því að kallar líka, þeir bara með talsvert minna af hlutum sem að þeir að spá í. Kallar meika sig ekki, skilju. Kallar þurfa ekki mikla þörf til að vera í ákveðnum fatnaði eða klæðina eða allavega varða þannig þó að sé kannski að breyta, skilju. Þannig það margt svona held ég sem að kallinn ekki að spá mikið í eins og konan, sko. Og það sem konur gera kannski líka að þær vilja vera, held ég, í mun meiru en kallar. Þær vilja hafa meiri skoðanir á fleiri hlutum en kallar. Köllum þú veist, minna saman það kannski hvernig krakkinn fékk klæddur í skólan, svo lengi sem hann kannski í fötum bara, sko. En þú veist, ég kasta þessu bara þannig út, skilurðu. Þannig ég held að þetta sé svolítið stórt atriði líka að því þú veist, ég hef unnið með mikið af fólki og ég ekki að vinna með fólki þannig ég sé að segja þeim að fasta. En þegar að fólk vera að borða í takt við svolítið blóðsykur og leggja áherslu á oft prótein og fitu sem svona svolítið fókus að því að það tengir spintin á blóðsykur og blóðsykurstjórn, þá fer fólk bara að fasta. Já. Og það fer ekki að fasta því að það ákveður að fasta því að það verður einfalt, það miklar ekki hlutina fyrir sér og svo bara ferða tíma án matar. Þannig að þetta líka ástæðan fyrir að fastan og svo gagnrýnd að fólk búið að ákveða löngu fyrirfram að það sé svo slæmt fyrir. Hvað slæmt við það? Að því ég get nefnt rosalega margt sem gott við það, sko. Nei, sko, það helsta, sko, sem ég hef svona verið að kynna mér aðalega bara þegar konur fara dett inn á breytingaskeiði, þá hormónin í svo mikli óreglu og rússíbana að þá fasta ákveðin streituvaldur á kerfið og að sérstaklega þú ætlar að æfa fastandi. Það þess að tala það ekki æfa fastandi þegar þú ert komin kona yfir fertugt. Það allavega svona fræðis. Hvernig? Hvað gerist í líkamanum sem veldur því að fastan sé streituvaldur? Streituhormónin. Hvað það sem að trigger streituhormónin þegar þú fastar? Það þú eða það fastan? Já, góð spurning. Því að núna ég komin 19-20 tíma fastu. Ég einslagur, ég verð ekkert slakar í dag. Þegar leið ég borða, þá setjum ég hormónum, alls konar hormónum og þá verður mín andlega líðan ekki af góðu niður í dag. Þannig hvernig fastan streituvaldur? Já, en þú veist, ég ekki með lífeðlisfræðilega svarið, en nema bara það að það náttúrulega eins og við vorum að tala það upplýsingaóreiða, en maður þarf samt líka að skoða allar hliðar og eins og þú segir, prófa sjálfum sér og meta hvort það hendi. Það sko, ástæðan fyrir að ég tala sterkt þetta og fyrir þetta og svoleiðis, að ég búin að taka allar mælingarnar, skilur. Ég búin að mæla allt sem hægt að mæla og ég get bara ekki séð að hvernig í rauninni fastan sé streituvaldur nema þú sér búin að ákveða sé streituvaldur. Alveg svo bara þú tekur erfið æfingu, hversu erfið æfingin oft bara undir þér komið. Það bara svoleiðis. Já, einmitt. En ég sko, þetta samt upplýsingar sem ég finn alveg að eiga við mig. Já. Ég æfði fastandi í mörg ár, en eftir ákveðin tíma bara fann ég að það var bara, ég gat ekki byggt upp vöðvamassa og orðið sterkari og betri íþróttakona þegar ég æfði fastandi. Þannig að fyrir mig þá hentar það betur. En fastandi þá ég að tala lengra en 12 tíma. Einmitt, hvað fasta og hversu langa tíma að tala sko. Þá ég að tala ef ég fór á æfingu klukkan 8 eða 9 morgunin, þá varði ég að vera búin að borða. En ég þá líka bara að tala próteinríkan og fituríkan morgunmat. Ég ekki að tala kolvetnissprengju morgunmat. En svo kannski annar með stór þáttur í þessu einstaklingur sem þú ert að tala og sem að prófa sig áfram í föstu, hvernig hann?
einmitt, það skiptir náttúrulega Hvernig rosa er miklu máli. búskapurinn hjá honum? Hvernig er söltin hjá honum? Þú veist, er hann stendur í föstu? Geti verið að sá faktor, þú veist, kannski er ástæðan fyrir því ég er svona geggjaður í föstu og mjöll er svona góð að fasta, er að við vitum hvað þarf að vera til staðar þegar þú ert að fasta. Þannig ef fólk er sem dæmi með slæmt mataræði og er að sveifla blóðsykurinn og fleiri þindúri sem mjög margir er að gera í dag, þá getur lofað að fastan sé ekki fyrir því. En er það föstun að kenna, er það þér að kenna? Jó, þarf fólk ekki líka að fara rólega inn í þetta? Algjörlega, af því að þú veist, allir sem hafa unnið mikið með föstur, þeir vita að það er ekkert mál að fasta. En fólk sem hefur ekki unnið með föstur, fastan getur verið stór mál fyrir þeim, sko, og jafnvel hættulega og fleira, sko. Þannig að þú veist, fólk upplifar skilning og átta sig á hvernig hlutinni virka með því að prófa það, sko. Það er svona mjög mikið að rannsóknum í dag, hvort það er tengt veganmataræði, ketonísku mataræði, karnívórumataræði. Þú veist, þetta er yfirleitt einhverjir hópar jafnvel sem prófa eitthvað í 2, 3, 4 vikur sem eru alls ekki aðlöguð í að prófa þetta. Þetta er svona eins og að taka hérna 100 Íslendinga og sitja hérna í 3 Esjuferðir á hverjum degi 3 vikur. Hvernig er þetta fyrir ykkur? Það eru Esjan er í dag bara don't do it, sko. Þannig að þú veist, við þurfum tíma til að aðlagast alltaf öllu, sko. Einmitt. Af því að þú veist, við gleymum oft hvað gerist líka þegar þú fastar. Það er kannski svolítið mikilvægt. Hvað gerist þegar þú Það er fastar? kannski bara mjög mikilvægt. Af því að hjá öllum dýrum, og við erum alveg eins þar, er að við höfum þurft að fara í gegnum tímabil þar sem við borðum og þar sem við föstum. Og það hefur með það að gera bara hvernig við komumst að sem dýrategund. Og það er ekki allir sem vita það að sykursýki 2 er leið okkar til að komast af sem dýr. Ef við gætum ekki safnað okkur fitu og sett okkur líkamann í þetta ástand, að þá værum við ekki hér sem dýrategund. Og ef við gætum ekki gengið án matar, að þá værum við ekki heldur hér. Þannig að það er gaman að kannski horfa á það hvernig dýr í rauninni komast að. Það er svolítið skemmtilegt líka. Af því að þau þurfa stundum að fitna og svo þurfa þau að fasta. Ok, hvað gerast þegar þau fitna? Þegar þau fitna þá gerist margt sem við köllum svolítið slæmt í líkamannum. Að það er alls konar náttúrulega hormónaójafnvægi sem á sér stað. Sykursýki 2 kemur náttúrulega, leptín-resistent kemur, fitulifur kemur og alls konar bara svona efnaskipta villur og líkamlega kvillar. En hvað gerist svo þegar þeir ganga án matar? Gengur allt tilbaka. Eða öll þessi vandamál. Þannig að þegar björninn leggst í dvala með öll vandamálin, sykursýki 2, fitulifur, leptín-resistent, allt þetta, svo leggst hann í dvala og fastar. Hvað gerist hann búinn að fasta í dvalanum? Það sé með öll vandamálin eða það er ekkert að hann. En þetta er rauninni, það sem gerist þegar þú fastar er að þú gefur líkamannum næði til að gera við það sem er að. Og það eru margir sem fatta ekki að fastan er eitthvað þú ert aðlagunni sem getur látið líða ótrúlega vel. Því að eins og ég sagði við hérna í upphafi þáttan, það eru mjög margir sem líður ótrúlega illa, stóran hluta og degi, jafnvel marga dagi röð, jafnvel bara næst yfir allt árið, sko. En núna þegar ég er að tala hérna við því, mér líður ótrúlega vel. Og það er að hluta til að því að ég er að fara í þetta föstu ástandskilju. Þannig að fastan getur hjálpað að jafna blóðsykurinn, hún getur lækkað insúlín og mikið insúlín í dag, eins og ég hef kafað mjög djúpt í marga hluti, að það er bara orsakavaldurinn á ótrúlega mörgu slæmu líkamannum. Að það er þessi insúlínseyting upp og niður. Stóra sveiflur. Já, þannig í rauninni sko, fastan er bara viðgerðarmekanismi fyrir líkamann. Þannig af hverju fasta ég þegar ég er íþróttamaður og þarf mikla orku og þarf að vera að borða allan daginn til að geta gert við allt sem ég er að skemma þegar ég er að taka á því, skilur. Þannig ég er að lengja tíman í viðgerð hjá mér sjálfum. Að því að raunin þessi skiptir mestu máli er að þú færð kalóriunir inn, þú færð próteinin, fituna, kolvetnin, þetta sem þú þarft að fá, hvort þú fáir það í 2 máltíðum eða 7 máltíðum. Ég myndi færa meiri rök fyrir því ef þú færð aðeins meiri frið og færð þetta þá bara í matar meiri máltíðum, þar sem upplifir meiri settu, getur gengið lengur á þess að borða næstu máltíð, sem jafnvel bara hugsanlega aðeins betra, sko. Næringar þéttan mat. Já, algjörlega, og það er náttúrulega efni í heilan þátt líka, sko. Nákvæmlega. En mér finnst þetta svolítið verið kannski komin aðeins inn í hérna það sem að þú nefndi líka á hann við byrjum að taka upp, að fólk er oft með svo mikla ranghugmyndir alls konar. Og hérna þú verið með svona skemmtilegt heilsuspjall Sigurjóns á Facebook og Instagram, þar sem þú tekur alls konar fyrir. Já. En hverjar finnst þér vera svona helstu ranghugmyndirna sem eru í gangi núna? Já, það hefur náttúrulega verið mjög mikið af alls konar hugmyndafræðum. Eina af þessu hugmyndafræði er þetta að þú þurfur að borða 7 sinnum yfir daginn til að halda brennslun uppi.
Það var hérna 1995 eða eitthvað þar kring, þá man ég. Og sko til að útskýra þetta eins að því að margir halda líka sem önnur svona hugmyndafræði að þegar þú gengur án matar að þá lækka efnaskiptið þín og þú fer að brenna vöðum sem dæmi. Í rauninni eru því lengur sem þú gengur án matar því hærri verða efnaskiptið. Því að líkaminn verður að svara ástandunum sem eiga sér stað. Þannig að líkaminn þarf að sjá þér alfarið fyrir orku sjálfur. Og það er rauninni ástæðan fyrir því að þetta er oft svo gott fyrir líkamann, er að líkaminn þarf að græja allt sjálfur. Þannig að ef það er einhver vandamál til staðar, þá fyrir líkaminn og hann fyrir að vinna í þeim leið. En ef þú ert alltaf með alls konar mat sem þú ert að sitja í því, þú ert að, svo náttúrulega erum við að bera okkar alls konar efni í dag og allt þetta, náttúrulega þegar við föstum erum við líka að detoxa frá því sko. En er ekki svo ótrúlega mikilvægt hvað þú lætur svo ofan í þig? Þú veist, föstu brjóturinn skiptir svo rosalega miklu máli. Og ég myndi að færa rök fyrir því ef þú hefur gengið smá tíma án matar að þú vandir matarvalið betur. Ég veit ekki hvort þú ert sammálaði. Að því ef ég allavega viðurkenni það sjálfur, ef ég borða 5-6 sinnum yfir daginn, ég borða ekki jafn vel eins og ég borða 2 sinnum yfir daginn. Ég get lofa því. Ég vanda mína máltíð. Sem er annar þáttur sem að nartir oft eitthvað óvænt. Algjörlega. Og ég las einhvern tímann, hvort ég sá ekki bara einmitt á Instagram eitthvað, þú veist, ef að máltíðin hjá þér inniheldur ekki, er ekki það bara næringagóð að sé allavega svona kannski 50-60 grömm af prótein í henni, þá ættir það sannlega að vera að borða hana. Og það sem við verðum að segja þarna er að þetta narti við daginn er ekki að gera nokkuð skapaðan hlut fyrir þig. Eina sem að ég hef áhyggjur af, því nú átti ég frábært spjall við Sonju Sif Jóhannsdóttur í síðasta þætti og hún var að tala sko að það er svo algengt að sérstaklega konur borði bara ekki nóg yfir daginn. Algjörlega og það er stærsta vandamáli hjá fólkinu sem ég er að vinna með í tengt. En er það ekki pínu hætt ef að fólk ætlar að fasta að það er þá erfitt með að koma næri orku inn? Ég bara hafa áhyggjur af því hjá, þú veist, ef maður er svona Já, þetta er náttúrulega eitthvað sem aftur er svolítið mikil aðlögun. Ég get borðað alla mína kalóri inn í máltíð auðveldlega, sko. Mjög auðveldlega. Hvað eru það margar hitaeiningar? Það geta verið 4-5 hitaeiningar. Í einni máltíð? Já. Vá. Þú veist, ég kannski borða hana yfir smá tíma, kannski, þú veist, 3 korter að borða eitthvað skilur, rólega. En fyrir mig er ekkert mál að borða stóra máltíðir, sko. En svo finn ég það að ég fastaði í 3 daga, þá gæti ég ekki borða rosalega stóra máltíðir. Þannig þarna aftur erum við með bara, þú veist, hvað erum við vön að gera. Þú veist, ef þú ert alltaf nartandi, þá þolur ekki stóra máltíðir. Það er ekki flóknari það. Ef þú ert alltaf vanur að borða 200-400 hitaeiningar og aldrei neitt mikið meira en það, þá ertu ekki að fara að höndla einhverja 1000-1200 hitaeiningar, sko. En sérstaklega eins og íþróttafólk, það er svo ótrúlega mikilvægt að fá næga næringu. Þannig að þú sérst að byggja upp en ekki sérst í niðurbróti og enda bara í íþróttameðslum og áþjálfun. Og það er alltaf mikið íþróttafólki sem er fyrir að fyrsta borða og lítið en líka bara er að borða snar vitlaust, sko. Og aftur sem ég kom inn á, þú veist, ef þú ert borðandi allan daginn, nartandi yfir allan daginn, þá er mikið meira líkur að þú borðir bara mikið vitlausar, sko. Því að þú veist, það er bara, ok, ég get borðað núna og svo get ég borðað eftir og nú er ég bara að nefna eitthvað dæmi, ég er ekki að segja að allir er að gera þetta, en það muntu vanda það sem þú munt borða þessa máltíð. Ég er ekki að fara að stoppa hinn í bakaríinu í fyrstu máltíðina og fá mig svo íspína í seinni máltíðin, þú veist, ég er að fara að hugsa, ok, ég þarf að koma inn ef þú vilt annað borð koma í góðri næringu, skilur. Ég er sjálf svona pínu nartar í eðli mínu, þú veist, ég held við séum öll nartara, sko. En ég fann núna þegar ég var sérst á námskeiði á Tenni, besti tíminn, það var í desember, þetta var geggjað, að ég fann hvað þetta var geggjað, ég borðaði bara 3 á dag, alla dagana, aldrei einhvern veginn á milli, því maður er bara einhvern veginn alltaf að gera eitthvað. Ég veit það. Ég bara borðaði risastóran morgunmat, bara risastóran, og svo bara eitthvað létt í hádeginu og svo flottan kvöldmat. Og ég allavega, mér leið svo vel þegar ég kom heim. Bara einhvern veginn, og aldrei neina blóðsykursveiflur eða eitthvað, því ég upplýði aldrei neina nartþörf eða, þannig að þetta, fyrir mig verð ég að segja að stór og góður morgunmatur hentar vel, en þá er maður líka samt búin að fasta í 12 tíma, skilja. Já. En sko hungur er líka eitt sem mann má líka aðeins tala sem er rosalega miskilið. Þetta margir myndu halda núna að ég var að koma að hörku brautaræfingu hérna áðan og ekki borða núna í marga klukkutíma, ég væri rosalega svangur. Hungur er bara eitthvað sem kemur á fer, sko. Þú veist, ég fann aðeins fyrir hungri núna í kringum hádegismatinn, en núna þegar ég kom inn í gegnum hann, ég er bara ekki svangur fyrir 5 ára, sko. Þannig hungur spilar rauninni fyrir mér mikið meira inn á einhvers konar hormónaójafnvægi heldur en nokkurn annað. Og þess vegna segja, fasta hormónaójafnvægi. Þá væri ég bullandi hungraður og væri
í tómu rugli í skapinu og allt þetta. Já, en allar rannsóknir sem eru gerðar á karlmönnum og þeir eru með svo stöðug hormón. Þess vegna allar rannsóknir gerðar á karlmönnum, ekki, því konur eru ekki litlir menn. Af hverju eru konur með óstöðug hormón? Af því að við erum með tíðahring. Og veldur það hormónu ójafnvægi bara yfir allan daginn? Já, það er bara estrogen og prógesterón og testosterón, þetta er allt flöktandi og við erum með ákveðin tíðahring, þangað til við byrjum með breytingaskeiði, þá ruglast þessi hormón aðeins og þá lækkar estrogen og prógesterón og þess vegna þurfa konur að taka hormóna uppbót stundum eða það er ennlega hægt að gera helling með lífstíl, en stundum er það bara ekki nóg. En allavega það sem ég hef kynnt mér og ég skal bara reyna að finna heimildir fyrir þig og setja það með þættinu. Að föstur hafa jákvæða heilsufarslega áhrif en geta verið streituvaldur hjá konum á breytingaskeiði, sérstaklega að hafa fastandi. Það er bara það sem ég er að tala um. En svo er það einmitt annað sem er svolítið athyglisvert að ég hef unnið með fullt af konum á breytingaskeiði og tekið þessa í rauninni sömu hugmyndafræði með það að leggja áherslu á prótein og fitu, leggja áherslu á blóðsykur, hrein matvæli, allt þetta. Undantekningarlaust alltaf að þá lagast hormóna dæmi hérna. Ok, þá spyrir maður sig, hvað er að gerast þegar fólk er að borða svona? Það sem þú ert að gera er að þú ert að borða í rauninni föstu líkt mataræði. Það er bara ekki flóknara en það. Þú ert að borða þannig að blóðsykurinn í þessi stabíl, hormónin fara öllu litið í einhvers konar jafnvægi. Þannig að hvernig gerist það þá þegar þú fastar að hormónin fara í bullandi ójafnvægi? Því að þá ertu komin í... Þau eru ójafnvægi fyrir, meina ég. Já, en það segir með þessu mataræði, að borða í tantu blóðsykur, að þá fara hormónin meira í jafnvægi. Þannig að konur finna minna fyrir tíðasveiflunum og þetta og þetta er það sem dæmi bara Lukka hefur talað um þetta sjálfskilur þegar hún prófaði sitt mataræði. En ég skil ekki svona ef þú ferð svo bara í ástandi sem þú ert að borða í takt við, hvernig ferð þú alltaf hvolf? En þú veist, ég kasta það svona út, skilur. En það er bara gott að fá svona umræður og rökræður. Já, en svo er það kannski annað líka sem er gaman um þetta að snerta þess á, að það er rannsóknir. Að því að út frá rannsóknum breytist allt hjá okkur. Það má ég líka gleyma því að ástæðan fyrir því að við breyttum okkar mataræði frá A til Ö var út á rannsóknum. Og hvar eru við stödd í dag? Á hrikalega slæmum stað. Ég meina það hafa komið rannsóknir um það að skittleysi hollan kjöt. Sem dæmi, sko. Þannig að hversu mikið eigum við alltaf að fara eftir rannsóknum, sko? Nei, nákvæmlega. Það þurfa náttúrulega að vera margar rannsóknir sem styðja saman hlutin til sem maður trúi þeim, ekki einhver ein. Og þú veist, á þess að þetta snúist bara um einhverja föstuna, því að þú má ekki gleyma því að það sem gerist þegar þú ferð í föstu ástand, það gerist alltaf. Þannig að það verður nýmyndun frumna, insúlín fer niður, blóðsykurnar í jafnvægi, líkaminn fer að brenna meira fitu, þetta ýtir undir efnaskipti ákveðinn hátt, þetta gerist alltaf. Þannig að þú ert með fullt af mjög jákvæðum þáttum en þú finnur eitthvað eitt sem er slæmt, hvort mun trompa hvað. Þú veist, andleg heilsa verður jafnvel betri, svefni verður jafnvel betri. Þannig að þarna þurfum við svolítið að ekki bara, þú veist, þessi sagði að þetta væri slæmt út af þessu, ok, en svo ertu með 100 þætti sem eru góðir, hvort ætlar að velja. Algjörlega, já. En algjörlega, við slum ekki gleyma okkur í þessu. En ef þú væri með einhver nokkur ráð til hlustenda til þess að bæta mataræðið sitt, að ég veit þú ert nýbúin að gera þetta í heilsuspjalli, hvort að myndu snerta á því? Og talandi um heilsuspjalli maður, það er náttúrulega bara að fara svolítið aftur í grunninn, sko. Að þú veist, í heilsuspjallinu, það sem fyrsta sem ég talaði um var egg, að borða meira eggjum. Egg er bara eins hrein fæða og þau geta verið. Í næsta heilsuspjallaði talaði um harðfisk og íslenska smjörið. Þú veist, reyna að fara svolítið og þú veist, þó að þetta sé bara prótein og fita, þá er ekki bara að segja það, heldur fara aftur í þetta, þú veist, kjötin, fiskin, grænmeti, ávistina, þú veist, því meiri tenging við náttúruna, því betra. Og ég vil færa rök fyrir því að ef þú borðar svona, að þá myndu öll jafn að borða svolítið í takt við blóðsykur. Það eru mjög fáir sem að borða, þú veist, fá sem millimal með 5 eplum, skilur, og ekkert annað, þú veist, þannig að þú mynd borða svolítið í takt við það að fá inn prótein og fitu, blóðsykurinn hjá það verður stabíli, orkan verður betri, þannig að þú veist, ef þú borðar nokkur hreint, að þá held ég bara að líkaminn mun segja hvenær þú ert að stoppa og hvenær þú ert svangur og á réttum tímum, sko. Og það er annað tengt mataræði sem við erum að gera mjög vitlaust að við, þú veist, það er ekkert eðlilegt sem svangur 6 sinnum í daginn. Það er ekkert eðlilegt við það, sko. Það er bara hormón ójafnvægi og blóðsykur röskun hægri og vinstri, sko. Já, maður getur líka talað um heilan þáttur sko efnafræði matvælan. Já, þau eru framleidd til þess að verða bara... Þú færð ákveðin skilaboð
Og svo náttúrulega er ákveðnir hluti til staðar líka í mataræðina. Það sem gleymist líka alveg með mataræði að ég myndi segja að stæðst atriði fyrir þú ættir að spá í mataræði til að skilja tengsl mataræðis og efnaskipta í líkamann. Þannig að hvaða áhrif hefur maturinn á líkamann að þér? Hvað gerist? Hvernig myndu fá D-vítamín, A-vítamínið, omega-3 myndu hafa gott hlutfall milli omega-3 og 6 og allt þetta sem eru til þessar olíur og fitur og allt þetta skilur. Hún fór einmitt inn á það í þættinum hvatberaheilsuna. Þá talaði mjög ítarlega omega-3 og omega-6 og allt. Og í rauninni það sem að ég talaði þetta orkuflæðið áðan, að það bara þetta. Hvernig getum við borðað í takt við það að hvatberanir geta búið til orku og veitt frumunum okkar orku á sem bestan og bara frábærstan hátt og hægt sko. Og inn í þá jöfnu passa bara ekki unnin matvæli og mikið blóðsykur, röskun, hægri og vinstri. Það bara fer ekki saman sko. Nei. Mér finnst nú sem betur fer vera rosalega mikil vakning þetta. Fólk orðið miklu meðvitaðri svona skynsamlegt. Þú veist, það veit, hvað segir maður, þó þessi upplýsingaóreiða, þá finnst mér allavega þeirri kringum mig. Kannski ég bara svona umvafin heilsu þengjandi fólki, en mér finnst það svo mikil vakning að fólk farið að velja hreinni matvæli og minna unnið. Já. En á sama tíma þá erum við 70% of feit í þjóðin sko. Það nýjustu fréttir. Þannig að því miður þá erum við ennþá að fara í vitlausa átt. Já, tekur langan tíma að snúa svona við. Sko, já, það stóra spurningin. Ná að snúa þessu við, getum við snúa þessu við? Já. Þú veist, hvaða ráðleggingar hefur þú til þess að bæta lýðheilsu þjóðarinnar? Við erum náttúrulega búin að fara mataræði. Og hvað svefnin mikilvægur? Eins leiðilegt að segja að það reglur tengt næringu. Það mjög leiðilegt að segja þetta sko, en þú veist, ímyndaði núna, við ætlum bara á morgun, þá má fólk bara keyra eins og vill, eins hratt og vill og beygja eins og vill. Hvernig heldur þetta gangi? Það bara nákvæmlega sem í gangi í mataræðin hjá okkur. Fólk bara að gera þessi vill þegar það vill það. Hvernig það að ganga? Bara alls ekkert vel, sko. Af því að þú veist, að fara í, og ég held að þú veist alveg samanlega því, allir sem að gera einhvers konar breytingu í mataræði, hvort það vegan eða keto eða hvað það þeir upplifa í rauninni bætt mataræði, skilur, eða betri heilsu eða hvað það Yeah. Ástæðan fyrir erunni bara þau að fara eftir einhvers konar reglum, það einhvers konar rammi hjá þeim. Og ef það engin rammi kringum hlutina, þá bara munum við ekki langflestna. Sko ástæðan fyrir því að við erum í samfélagi þar sem það allt út í freistingum, alltaf sko. Stanslaust. Já, það bara svoleiðis. Og við erum bara alveg svo öllunni dýra, við munum ekki standast freistingar hægri og vinstri sko. En sko ég myndi segja líka bara út frá samfélaginu sem við búum í, út í freistingunum sem við þurfum að standast allan daginn og út frá því hvernig fólk að borða, út frá þróun á sjúkdómunum, út frá öllu sem við erum að dæla í matinn okkar, bera á okkur, gæti verið góð hugmynd að gefa líkamannum aðeins breyk inn á milli. Það líka önnur bara pæling sem að kasta hann aðeins út, skilju. Að því í rauninni sko, það þarf ekki að fasta. Ég ekki að segja allir eiga að vera að fasta, en fastan gerir eitthvað, skilju. Hreyfingin gerir eitthvað, svefnin gerir eitthvað. Og ef þú ert í mjög slæmu líkamlegu ástandi, þá mjög mikla líkur á því að fastan geti jafnvel hjálpar að koma tilbaka. Og fastanrauninni, ég hef það mikla trú á henni þó að ég tekist verið í geggjuð ástandi, þá samt fasta ég. Að því ég finna að mér líður betur andlega, mér líður betur líkamlega. Og ég get samt sem áður farið að tekið 3 esur þegar ég er búin að fasta í 20 klukkutíma, skilju. Að því ég hef mjög góð efnaskipti, að því að fastan nýtir líka undir efnaskiptin, skilju. Þú ert náttúrulega bara líka alveg bara toppurinn á ísjakanum. Já, í því að prófa mig áfram, sko. Ja. En ég get alveg sagt það að þú veist að ég mun kannski fá mér einhverja makkindismólu í jólin og fá mér jólaís hérna í eftirrétt og eitthvað svona, skilju. Þannig ég alveg, þú veist, stundum, já, ég lifi bara eins og kóngur. En þú veist, ég kannski hérna, þú veist, ég leyfi mér alveg hluti líka inn á milli, en ég gerir hluti sem að kannski mjög fáir ef þá einhverjir gera, að ég fókusa á bara næringaríkustu matvæli. Það enginn að borða þau í dag, sem dæmi, skilju. Eins og þorskalifur og... Já, ég meina, ég á hverjum einasta degi borðaði nautalifur, skilju. Þú gerir ennþá? Já, alltaf. Og ennþá ráa? Já. Sko, þú veist, þarna getur komið einhver raddir að móta okkur líka. Ég sem sagt prófaði að byrja að borða nautalifur af því að ég var mjög lágur í járni og átti að fara bara járntöflur og ég spurði hversu lengi og ég var að taka þess að járntöflu það bara alltaf. Og ég samþykkti það ekki alveg, þannig ég ákvaði að reyna að finna hvaða matvæli væru ansi hái í járni og komst það náttúrulega að nautalifur og náttúrulega flesta bara lifur kóngur þar
Og svo bara komst ég að því að lifurinn bara næringarríkasta afurð sem þú nokkuð tíma getur komist í tæri við, sko. Og gæti það make a sense fyrir mig að borða, ég ekki að borða, þú veist, heilu lifurina hérna á hverju degi, sko. Ég borða bara smá parta og það náttúrulega má smjörsteikið á pönnu og allt svoleiðis sem fólk vill. En þetta mesta rauninni bara næringabomba sem getur nokkuð tíma komist í snertingu við. Þannig af hverju óskupunum ættir ekki að borða þetta, sko. Og allir nýflið, eða ekki? Bara... Í rauninni, sko. Hjörtu og alls konar svoleiðis líka. En jú, ég mjög mikið í næringaríkum mat sem ég tel að vera svona mjög góð fyrir okkur og sem dæmi getur þetta verið sardínur ólífuolíu algjör ójafæði sem dæmi. Þorskalifur og þorskapati, skilur, sem ég kom með hérna, færandi hendi fyrir því. Og svo bara fiskurinn, kjötin, eggin, fiskirhrogn sem dæmi, þú veist. Allt þetta sem við vorum bara líka svolítið að borða hérna áður fyrir, sko. En að því sögðu, þá þarf ekki að borða bara þetta. Það líka kannski misskilningur í mataræði. En það sem ég geri kannski, ég byrja áður en ég fæ mér máltíðina sem að getur, þú veist, kannski fæ mér hérna, stoppa ég bara að fæ mér einhvern tíma samloku og tek heim hérna fyrir fjölskyldun og eitthvað. En ég reynir samt að borða aðeins hollara á undan því. Þannig ég fái inn næringarefni sem ég þarf. Því að það svo stórt vandamál í dag að fólk að borða og það ekki að fá inn neitt af næringu, sko. Það ekki búið að borða yfir daginn 200-300 hitaeiningar en það eiginlega ekkert að næringarefnum manna. Fyrir líkamann. Nei, mitt. Ég mitt fór í svona næringarþjálfun fyrir mörgum árum hjá, hún heitir Katie Borko og það var akkurat það sem að, þú veist, hún sagði bara borðaðu fyrst bara salat og eitthvað, alls konar og svo færðu þau 2 pizzasneiðar í staðan fyrir að borða 5 pizzasneiðar. Já, af því að þá líka ertu búin að slá á blóðsykurröskunum sem á sér stað þegar þú borðar óhollamatinn allir, skilju, sem annar þáttur, Já, og fylla því af aðeins meiri næringu og þá pláss fyrir minna, maður kannski ógeðslega svangur, bara allt í einu að búa með fleiri pizzasneiðar en maður kannski hefði þurft. Já, ég menn, en þú veist, talandi hungur, þú farið tvö stór vasklaus. Hungri hverfur 50-60%. Samt borðar ekki neitt, sko. En já, það líka annað í þessu að, einmitt, þegar þú borðar næringarþéttan og góðan mat, þá borðar bara sjálfkrafa minna, sko. Tannilega séð, sko. En að því sögðu ég alls ekki að því að við séum að borða allt of mikið eins og mjög margir halda. Ég held við séum bara að borða í rauninni það vitlaust að á kvöldin, á vitlaustasta tímanum, að þá erum við að detta í það að borða of mikið af of slæmum mat, sko. Já, einmitt. En að því við erum búin að tala næringaríkan og góðan mat, þá verði nú að nefna spíruna, uppáhalds okkar. Heldur betur maður, heldur betur. Áttu uppáhalds mat þar? Ég verð nú að segja bara að erlusalatið, það hittir heldur betur í marg, sko. Ég hrifinn af því, sko, algjörlega. Próteinríkt? Já, heldur betur. Litrikt, fallegt, bragðgott. Og svo náttúrulega bara, þú veist, föstudags hérna, nautakjötið í bernesósunni, skilur, það klikkar sjaldan og brönsið óbyggilega svolítið bara í uppáhaldi líka. Ég mjög hrifinn af því að þá getur maður valið ýmislegt, sko. Já. Einmitt, vá hvað ég mæli með brönsinum helgar, sko. Já, og jólabrönsi líka, mjög skemmtilegur, svona smá tilbreyting þar, sko. Nú náttúrulega, þegar þetta kemur út, þá er jólin í yfirstaðinn, þannig að ég held að jólabrönsin, þau þurfa að bíða 1 ár til að fá sér hann. Sorry. En bara allar helgar er búið geggjaði bröns. Já, algjörlega. En eitt svona bara skemmtilegt sem að mér datt allt í hug. Ég var eitthvað svona að undirbúa mig, þá sá ég út afmæli bara viku seinna en ég. Já. Þannig að við erum bæði krabbar og ég hélt þangað til fyrir bara mjög stuttu að ég væri tvíburi. Sem mjög fyndin saga, bara fyrir 2 árum eða eitthvað. En allavega, ég er krabbi og búin að vera að kynna mér það aðeins. Og þá erum við svolítið með svona harðaskel en við erum mjög mjúkað innan. Finnst þér eitthvað til í því? Þetta er mjög mikil einföldun. Harðaskel en mjúkað innan. Sko, jú, ég hef nú alltaf verið sko mjúkur að innan en ég er ekki harður að utan þannig að fólk myndi upplifa það frá mér, sko. Það er alveg margir sem að horfa á mig og halda, hann er grjótharður, ég þori ekki að tala við hann, skilur, en ég hef alltaf verið mjög mjúkur í samskiptum við alla, sko. Þannig að, ég held sem er að bara harður að líta á en mjúkur alla vegu þannig, skilur, þú veist. Ég reyna að koma eins fram við alla í rauninni, sko. Já, það er fallegt. Já, og að því sögður reyni ég að koma nokkuð vel fram bara við alla, sko, þannig. Já, einmitt. Þú gefur þér alltaf tíma til þess að spjalla og þess að Já, en að því sögðu þá samt vantar hörku, sko, í samfélagið og í fólk og í menninguna, sko.
eða þessu ákveðni öllu heldur, meiri ákveðni, að við látum í rauninni allt því miður yfir okkur ganga í dag. Það er bara svoleiðis. Að hérna áður fyrir þá bara margt sem að hefði, sem búið að ganga hérna á ábyggilega í íslensku samfélagi sem hefði bara ekkert gerst hérna áður fyrir, sko. Því að fólk hefði sett fótinn niður og sagt bara hingað ekki lengra, sko. Já, einmitt. Þetta er áhugavert, sko. Hvað er búið að gerast? Af hverju erum við komin á þennan stað sem við erum? Já. Að því að sem dæmi, þú veist, nú hefur nýlega komið út 2 fréttir svona bara nokkuð nýlega, að það er annars vegar að 70% Íslendingum eru titlaðir og feitir eða ekki, eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hvort það er BMI-staðallinn eða hvað það er sem hérna skilgreindi það. Og svo að gjörunin matvæli hafi slæm áhrif á líffærin hjá okkur, sem það vissulega gerir, sko. Hvað munum við gera? Einmitt. Ekki nokkun skapaðan hlut. Þetta snýst svo mikið peninga. Já, algjörlega. Og þess vegna segir, sko, þegar við tölum að því við erum alltaf að tala að fræða fólk. Við þurfum að fræða fólk hollt mataræði, fræða fólk grænmeti og ávexti og fræða fólk þetta. Það því miður mun ekki skila einhverju sköpuðum hlut. Af því að fólk veit alveg að eplið er betra en Snickersið. Það veit þetta alveg, sko. Og það veit alveg að hreyfing er góð. Er það að gera meira því út af því? Nei, við þurfum að finna leiðir til þess að láta fólk gera hluti. Einhvers konar aðgerðaráætlun sem að lætur fólk, að því að þú veist, þú munt aldrei byrja í ultraformverð og prófa það, skilur. Það er bara svoleiðis. Þið finnst það góð hugmynd kannski, en það færið ekki til að fara í ultraform. Þú ert að taka skrefið og testa þetta, skilur. Og fólk er alltaf að leita einhverjum töfralausnum og skyndilausnum. Og þú veist, mér datt í hugum að senda það á því til að ræða eins líka, skilur, sem er annað sem er mjög stórt að við erum alltaf fann að dæli okkar alls konar megrunarlyfjum, hægri og vinstri. Og ég segi við mjög marga að ég skil það fullkomlega. Ég skil fullkomlega af hverju fólk finnst það verið þeirri stöðu að það sé eina lausnin. Af því út frá samfélagin sem við lifum í, þá er það bara jafnvel búið að halda, það sé búið að reyna allt og þetta sé bara eina sem er í stöðunni, sko. Það er svo mikill hraði, það er svo margt í gangi, það hefur bara engan tíma til þess að gera neitt annað en að taka eina töflu eða spruta sig í rassinn eða hvað það er, sko. Einmitt. Þetta er svo mikilvægt, sko, að einmitt hægja á og forgangsraða þegar við vorum að tala þú veist, hver er tilgangur þinn og allt það. Að ég sé bara betur og betur eftir þessum að vera eldri. Hvað skiptir raunverulega máli? Og það er ekki að vera að vinna allan sólarhringinn. Og það er ekki að eiga flottustu og dýrustu og bestu hlutina. Ég hef reyndar aldrei verið þar, en það því miður margir þar. Og ef þú ætlar að vera í þessu lífsgæða kapphlaupi, þá hefur ekki tíma til að hugsa heilsuna. Nei. Og sem dæmi, þú spurði náttúrulega dæmigerðan dag hjá mér þann daginn og það má bæta því við að fólk heldur kannski að ég sé vinnandi rosalega mikið, verandi með 2 hóptímastöðvar og hérna þjálfun og fyrirlestra og alls konar dót. Það er oft bara kemur dagur sem ég kannski þjálfa ekkert yfir daginn og prógrama hugsanlega ekki neitt heldur, sko. Tek 2 æfingar fyrir sánu og legg mig. Þú veist. Já, þú ert atvinnumaður heilsu. Já, þú veist, þetta er ekki alltaf svona, skilur, en ég er búin að búa til þannig og það var alltaf planið hjá mig með ultraform. Að ég var ekki að fara að búa til fyrirtæki sem þurfti að vinna 10 tíma yfir daginn, sko. Það kom ekki til greina, sko. Þú veist, við erum með 14 þjálfar í okkar teymi, sko. Eða meira, 15-16 jafnvel, sko. En það er bara til þess að ég hafi tíma til að sinna mér og fjölskyldunni og gera hluti líka sem ég langar að gera, sko. Af því eins og þú segir, þú veist, svarið er ekki í meiri vinnu, sko. Bara alls ekki. Það þurfum bara að einfalda lífið. Já, heldur betur. Heldur betur. Það við erum bara að gera allt og mikið með allt og mörg járn í eldinum og gleymum bara að forgangsraða það sem skiptir máli, sko. Það er bara mikið þannig, sko. Algjörlega. Sko, eitt kannski í lokin, af því að ég veit að ef við spyrum eitthvað þá gætum við endað í hálftíma, klukkutíma spjalli sumið. Við erum bara að hittast einhvern tímann aftur til að tala kannski hérna sumt dýpara. En mér langar svo að vita hvað fer í gegnum kollinn á þér í þessum ultravega lengda hlaupum, af því að þetta er náttúrulega bara, þetta eru margir klukkutímar einn með sjálfum sér. Já, algjörlega. Lengst áskorun, að setja þarna í samhengi fyrir fólk, að það var sennilega TDS sem var 154 kilometrar með 9250 hæðametrum. Þannig að þetta svona myndi jafnast á við það að hlaupa kannski frá Reykjavík og taka 12-15 esjur og aftur tilbaka. Við reynum að setja einhvers konar samhengi fyrir fólk. Hvað tekur þetta langan tíma? Þetta tók mig
Ég lenti nú með þessi í því í miðju hlaupi að það deyr einstaklingur í hlaupinu. Þannig að það var stoppað hlaupið á. Ég þurfti að sitja í 2 klukkutíma með álteppi yfir mér og hérna svo voru bara nokkrir sem fengu að fara áfram og svo var hlaupið bara blásið af. Það var sennilega blásið af leið og komst að því að maður er látin. En þá voru við bara komin þannig nokkur í gegn þannig að við fengum að klára hlaupið sko. Þannig ég var 27 tíma með stoppi og 25 eitthvað ef að stoppið tekið út sko. Það er svakalegt. Og hvað er maður að hugsa? Hefur þið aldrei langað bara að gefast upp í svona áskorun? Sko náttúrulega fyrir það fyrsta ef þú ert lengst upp á fjalli að gefast upp, það getur þýtt bara að þú þurfir að labba hérna einhverja 5 klukkutíma niður á fjallinu sko. Okay. Þannig eins og bara gott dæmi Laugaverin, ef þú hættir í Emstrum sem dæmi, sem er svona eini staðinu sem þú getur eiginlega hætt, þá ertu að bíða hann í marga klukkutíma eftir rútu og eitthvað svona sko. En að sjálfsögðu, og það er kannski tilgangurinn sem að fer í þetta, það er að fara í einhvers konar áskorun sem að þú veist ekki alveg hvað mun gera, skilur, þú veist, er þetta of mikið, þú veist, ræði ég við þetta og allt þetta, sko. En sem dæmi þá hafa einhverjir haft orð á því að það þarf sannlega svolítið mikið til að koma mér úr jafnvægi. Og ég held að mjög stór hluti af því er það hvað ég hef farið í gegnum erfið tímabil. Bara í lífinu. Já, og þetta er eitt af því sem að gleymi svolítið og helst er það ákjósanlegt að þú getur sett þig sjálfur í aðstæðinu sem að þú stjórnar. Þú veist, ég er ekki að tala um það að missa einhvern nákominn eða eitthvað svoleiðis, sko, sem er allt öðruvísi náttúrulega. En að fara í gegnum erfið tímabil í lífinu gerir það margfalt sterkari einstakling. Að ég get lofaði því að ég þoli erfið tímabil mikið meiri en langflestir bara hér á landi. Að því ég er búinn að fara í gegnum svo mörg sjálfur. Og þetta er annað að þetta er einhvers konar tilgangur fyrir mér að persónulega þá þarf ég ekkert að endilega kannski fara í gegnum alltaf erfiðar áskorun og ég tel mig vera orðin bara nokkuð harðan og skilja hlutina sæmilega vel sko. En þetta gefur svo mikið skilning og eins og bara David Goggins sagði í bókinni hjá sér sem að hann er nú svo sem aðeins, fólk finnst hann svona misruglaður kannski, en þetta er alveg rétt sem hann segir að í einu svona stóru últrahlaupi er eins og sérst að læra á við að fara í gegnum lífið yfir 23 ár. Það er bara svoleiðis. Hlutinni sem þú lærir, þú veist, þú ert glaður, þú ert leiður, þú ert reiður, þú ert grátandi, þú ert hlæjandi. Takast það við alls konar tilfinningar. Þú ferð gegnum allan pakkan, sko. Þannig að það er mjög fátt sem að getur gefið þér mikið held ég, þú veist, þó að taki frá þann aðeins líkamlega en andlega getur þetta styrkt þig á ótrúlegan hátt. Það er bara svoleiðis, sko. Og þá líka hættur að mikla fyrir þér kannski einfalda hluti, þú veist, fólk lætur rosalega margt fara í taugarnar á sér í dag, stoppa rauðu ljósi og verður bara pirrað og þessi hringdi þessa fréttir og bara pirraður. Þú veist, það er eiginlega ekkert sem pirrar mig í dag sem dæmi, sko. Það þarf rosalega mikið til þess að kveikja einhvern eld undir mér, sko, þannig laði sér. Það við vitum hvað skiptir máli. Já, og þú lærir það líka, af því að þú, hvað fyrir gennum hausinn á mér, þeir eru mjög erfiðu tímabili í keppnishlaupi, fjölskyldan, alltaf. Hversu gott ég hef það og fjölskyldan sem ég fæ að sjá þegar ég klára hlaupið. Það er bara svoleiðis. Þannig að það er rauninni svarið, sko. Þakklæti. Já, rauninni bara skilur að þú veist, vitandi hvað býður minn þegar ég klára þetta, sko. Og það er ekki oft sem við erum í þannig aðstæðum í dag. Að þegar þú ert í streitu samfélaginu hérna sem við búum í, þú ert ekkert mikið að hugsa bara fjölskyldan, hún er svo geggjuð, ég er bara hlakað til að koma heim í fjölskylduna, þú veist, jú, hugsað einhverjir en þú skilur hvert ég er að fara með þetta, að þegar þú virkilega kemst í erfiðar aðstæður, það sem reynir á því, þá ferð að hugsa það sem er mikilvægt, sko. Og þess vegna bara þú ferði í ísbaðið sem dæmi, sem er mjög gott dæmi þetta, þú hugsar ekki ég held að sé enginn sem verið í ísbað og hugsar streituvaldan í lífinu hjá sér. Eina sem við hugsaðum bara, ok, hvernig ætlum ég að komast í gegnum þetta ísbað hérna, skilur. Það er bara svoleiðis. Þannig að fara í þannig aðstæður þar sem þú bara hættir að hugsa allt, skilur. Sem að við gerum þegar við ferðumst erlendis og svoleiðis. Það er oft sem að við förum erlendis og við bara verðum geggjuð, sko. Okkur líður frábærlega. Mjög margir sem tengja við það. Mataræði verði jafnvel auðveldar allt svoleiðis, en þú ferðar aðstæðum. Já. Og þess vegna segi ég, út frá öllum rannsóknum, öllum samfélagsviðmiðum, gildum, allt þetta, geti verið bara kannski að margt af þessu sé ekkert rosalega gott fyrir okkur til lengdar. Maður spyr sig. Því að það sem að besta uppgötvun sem ég gerði var bara átt að maður, heyrðu, reynda að finna út hvað nærir þig og hvað hjálpar þér að láta þér líða betur, skilur. Og það var mjög margt í okkar íslenska samfélagi og bara heiminu sem stangaðist á við það, sko.
Þannig að ég svona myndi alltaf skora svolítið á fólk að reyna að finna svolítið hjá sjálfum sér hvað virkilega nærir þau. Er það ekki bara frábær lokaorð? Það held ég. Er það ekki? Erum við nokkuð að gleyma einhverju Já, við sem náttúrulega þið langaði rosalega að tala um? Við getum talað svo margt alveg fram og tilbaka, sko. En ég veit að þú náttúrulega skrifaði punktana niður, þannig ég held að við séum búin að fara yfir allt það helst eða ekki. Ég held það, allavega svona það sem við höfum tíma fyrir. Já. En ég er með svona smá gjöf handa þér frá Heilsuhyllinni. Já, Heilsuhyllinni, maður. Og það sem er svona vinsalast í dag, Lions Mane. Já. Og auðvitað D-vitamin, það er náttúrulega bara Magic Magnesium, það er náttúrulega fyrir þarmaflóruna. Já, hairvolume, þú veist, er það bara að ég er fann að missa hárið eða hvernig? Þú getur, quality sleep og allur pakkinn maður. En það sem er gott við þessar vörur, þetta er náttúrulega, þessi frá New Nordic, þetta er unnið úr bara öllu náttúrulega, engin einhver gerviefni. Eins og New Nordic er bara unnið úr eplum og alls konar jurtum og svona. Þannig viljum við hafa það. Þannig viljum við nefnilega hafa það. Eins og hráu lifurinn okkar bara. Já, og takk fyrir mig. Óvænt fekk ég pakka. Já, fyrst mér svona kefír og allan pakkan. Já, þessi kefír, ég verð nú bara að gefa sjátt þetta á Bíóbú. Þetta er geggjuvara. Já. Þetta er mjólka. Þetta er mjólka fyrir geður. Já, fyrir geður. Ég borða líka svo mikið Bíóbú er náttúrulega líka með geggjaða vörur, sko. Grískujógúrtina hana. Já, grísku og þeir eru með lífræna mjólk og svona. Strúkum þetta út? Nei, gefa sjátt þetta á En þarna eins og ég sagði við því í byrjun að ég vil bara fá þetta bara í líka við bara skólakerfið, sko. Þannig ertu náttúrulega með góðgerla, þú ert með hátt magn af próteini, þannig þannig ertu með mjög margt gott, myndi ég segja, sko. Og auðvelt að geta allir gripið þetta með sér og svoleiðis, sko. Man þarf bara að fara að búa til svona ráðleggingar að hollu og næringar ykkur nesti. Þetta er ábyrgð náttúrulega heimilinu líka, sko. Heldur betur. En að því sögðu náttúrulega er oft kannski skólamatur sem að krakkar eru í og svoleiðis og það er erfiðara að stjórna því. Já, nákvæmlega. En bara takk kærlega fyrir að koma og gefa þér tíma hérna í... Það er að mín er ánægðin. Það er margir einhverju jólastressi núna hérna rétt hjá okkur í kringlunni. Já, ég sendi á því hérna á leiðinni að mér geti seinkaðu lítið en ég var nú nánast on time bara akkurat. En við erum bara pottróleg. Já, við erum alveg róleg. Eins og ég segi það er rosalega mikið til að stressa mig, sko. Já, ég held ég sé á svipuðum stað, sko. En bara hafðu það bara gott yfir hátíðina. Já, sömuleiðis. Við heyrumst og sjáumst. Já, ekkert annað. Takk fyrir mig bara, kærlega. Sömuleiðis. Þá verður þetta ekki mikið lengra í dag en mig langar að hvetja þig til þess að smella á follow hvort sem þið að hlusta á Spotify eða Apple podcast eða öðrum hlaðvarpsveitum af því að það gerir hlaðvarpið sýnilegra og þannig að fleiri einstaklingar geta nálgast þetta frábæra efni. En mér langar bara að segja takk fyrir að hlusta, gleðilegt nýtt ár og eins og ég sagði í upphafi þáttar þá langar mig að hvetja þig til þess að taka þátt í viðburðunum mínum í himnastiganum 1. janúar ef þú ert að hlusta á þetta fyrir áramót. En þetta er dásamlega skemmtileg viðburður og það er hvergi betra að byrja árið en í himnastiganum. Það er hægt að fara eina ferð, það er hægt að fara margar, þannig að fyndu bara 2026 himnastigar á Facebook og þá sérðu hvað máli snýst. En mig langar líka að þakka samstarfsaðalunum mínum sem eru Spíran, Heilsuhyllan, Virkja og Þín Fegursnyrtistofa fyrir að standa með mér allt þetta ár og gera mér kleift að gefa út þætti mánaðarlega og ég gef út 2-4 þætti í mánuði og ég ætla að halda því áfram á næsta ári. En við Sigurjón ræðum nú aðeins Spíruna í hlaðarpinu en það er uppáhaldsveitingastæðurinn minn og síðan er Heilsuhyllan diggur samstarfsaðili og heilsuvara mánaðarins eru Digest Gold sem eru meltingar ensím og ef þið hafa verið að glíma við einhver meltingar vandræði þá er þetta eitthvað sem þið getur prófað. Síðan langar mig líka að segja frá því að Þín Fegursnyrtistofa ætlar að veita öllum fylgjendum mínum 20% afslátt af brúnku út árið og þið þurfið bara að taka fram Erla20 þegar þið bókið tíma, hvort sem þið gerið þið í núna appinu eða ringið í þær eða sendið tölvupost að ef þið ykkur langar að vera brún og sæt án þess að þurfa sól þá mæli ég með brúnkunni frá þeim. Og að lokum er það Virkja markþjálfar skóli sem að hjálpaði mér að vaksa og þroskast á þessu ári
og ég veit að þeir eru að byrja með framhaldsnám núna í janúar. Það eitthvað sem ég mun einn daginn fara í og mér langar að hvetja alla sem eru með grunnnám í markþjálfun að kíkja á það. En ég segi bara þangað til næst, hafið það sem best, bless bless.